Að nota hljóðnema flóknara heldur en margir halda. Námsefni fyrir hljóðnemann. Bara á að halda, á hann að vera nálægt eða langt frá. Þetta eitt getur verið bara svolítið stórt atriði að æfa sig í. Nemendur fá síðan svona möppu. Það alltaf forsíða með nafni nemandans og ef það hóp námskeið þá líka kennslu áætlun. Hér svona dæmi námsefni. Það fer eftir hvað verið að vinna í og hvaða aldur og allt þetta. Hér bara stuðning. Það nú bara svona fyrir eiginlega unglinga og fullorðna. Hreyfingar á sviði. Það getur hreinlega bara verið andlitið, beygja og rétta hné. Svo bara góð líkamsstaða. Það nota handleggi, hendur, fingur, alls konar. Nokkur atriði svið sem komið fyrir fullorðna. Skoða sjálfir. Hvað vil ég æfa? Túlkun, spuni, þetta fyrir svona þá sem eru langt komnir og reyta lögum, prófa sig áfram, improvisation. Svo oft alls konar praktískt sem að ég kenni, til dæmis bara formlagana, hvað það heitir allt saman, erindi, viðlag, sóló, að finna hver höfundurinn, hvaða hljóðfæri heyrir í laginu, kíkja á taktinn og svo framvegis. Og möppurnar einn nemenda og námsefni getur verið mjög misjafnt milli nemenda. Allir nemendur fá einstaklingskennslu innan hvers tíma. Möppuna hugsa ég líka þannig að þegar að námskeið búið, þá eiga ég möppuna og geta rifjað upp og kannski tekið þátt í einhverju uppfærslu í skólanum eða söngvakeppni verslunarmannahelgi í einhverju útilegu og þá bara hægt að minna sig á, hvað var það aftur? Sem ég hef búin að æfa mig svo vel í og rifja svolítið upp og þá viðhalda því sem að nemendur öðluðust á námskeiðinu hjá mér. Þetta allavega allt skemmtilegt.